Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við vorum í gær að ræða Kína. Ragnar Baldursson, samanburðarstjórnmálafræðingur sem hefur búið lengi í Kína, á landinu og býr þérna núna á Íslandi, ekki? Já. Og Kína bara svo stórt að ég ákvað þarna í lok samtalsins að fá því til að koma aftur. Hugmyndin var svo að ræða annars vegar Kína, hvernig það fungerar og svo hvernig Kína í alþjóða pólitíkinni. Við ætlum að reyna að tala Kína í heiminum hérna á eftir, en mér langar aðeins að staldra lengur við Kína eins og það í dag. Og eitt af því sem að fólk veltir fyrir sér og svona misjafnt hvernig áherslu fólk leggur á það, að þarna kommunistaflokkurinn við völd og hann á að reka einhvern svona sósíalisma eða kommunisma, koma honum á. En þarna kapitalismi leyfður og að grasserar. Stundum þegar fólk horfir til uppgangsins í Kína þá segir að þetta afl kapitalismans. En maður getur bent á önnur lönd sem að hafa reynan kapitalisma þar sem að ekki þetta afl. Og þess að langar mig að spyrja þig, það kapitalismin, þegar hann var leystur úr læðingi sem að umbreytti Kína, eða Kína að umbreytast vegna þess að Kína undir stjórn kommunistaflokksins? Það má eiginlega svara þessu spurningum báðum sem játandi, en ekki. Og það ég kannski búin að vera dálítið lengi í Kína, þannig ég farin að sjá hlutina meira svona í svona dialektísku samhengi eða gagnvirku samhengi að yfirleitt að vera aldrei neitt hreint svar, já eða nei, og það ef þú talar við Kínverja þá tekur eftir því að ef þú ert alltaf að reyna að fá já eða nei, ertu sammála þessu eða ekki, og það alltaf já en, eða já það nokkuð rétt en, og svo kemur hinliðin vegna þess að allt sem gerist í heiminu gagnvirt, og það með þetta Já, þú vitna í það Martin Luther gamli síðarbótamaður. Hann sagði einhvern tímann djöfullir stjórnar heiminum með einu orði. Það orðið en. ég vissi það ekki, en það skýrir reyndar, hann var mjög harður heittrúarmaður og hann taldi það til dæmis að það væri bara tvö öfl og það væri hið illa og hið góða. Var vissu orðljótur með sjálfur, en hann sagði það væri þannig að öll dýr merkurinnar væru annarkvort á djöflunum eða frá Guði. Ekkert einu því. Nei, og flugurnar, húsaflugurnar sem truflaði við lestur, það var svo að djöfullin vildi trufla við lestur á biblíunni. Þannig að ég trúi þessu, en gott að vera þetta. Tímir að beinið og nota það. En það er þannig að rauninni hefur Kína verið öflugasta hagkerfi heims, eiginlega svo lengsta frá því að sögur hófust, frá því áður Rómaveldi hófst eða það leyti sem Rómaveldi að myndast, að þá var Kína orðið mjög öflugt menningarsvæði og síðan myndaði ríkið svona svipað leyti og en með öðrum hætti. Og kínverska ríkið hefur allan þessa tíð, í 3000 ára minnstakosti, einkennst af verkaskiptingu á milli mismunandi iðngreina og til handverks og landbúnaðar, hrísgrjónaræktar og mismunandi landbúnaðar og til dæmis silkið var í Sútró og í Suður Kína, Suðaustu Kína. Það var framleitt silki, hrísgrjóni voru framleitt þarna í kringum árnar í Suður Kína og Mið Kína. Og lambakjöti kemur frá norðurhluta Kína og steinstyttur eru framleiddar það verður undanfarin 700 ár verður framleiddar í einhverjum borg í norður Kína sem í 300 km fjarlæg frá Peking og svo náttúrulega líka Suður Kína. Þannig að verkaskipting í kínverska heiminum að hún mjög vel þekkt og þeir hafa náðu mjög góðum tökum á henni. Í ópíumstríðinu að þá var þetta brotið upp
það var beitt aðferðum sem eru svona ekkert ósvipaðar og hefur verið beittar í Mexíkó og Suður Ameríku og hluta til í Bandaríkjunum og Suðurríkjum að með því að múta hluta hérna samfélagsins eða yfir stéttarinnar með bara eiturlyfjum að þá það brotið niður og ríkið veikt sko og það getur ekki staðið í lappirnar og þá veikist allt hagkerfið og annars út af eiturlyfjunum hins vegar ógnar gróða af þeim sem spillir yfir stéttinni. Já, hvort ekki að sko bæði gróðin og svo líka náttúrulega áhrif eiturlyfjana. Þannig að þetta framlag englendinga til má segja til heimsviðskipta í upphafi. Það var að þeir hérna græddu alveg óhefum mikið á þrælaviðskiptum og á eiturlyfjaviðskiptum og svo náttúrulega á einokun sem var einkennir reyndar allra þessar heimsvalda á þessu tíma. Hinn Portúgaladir og Spánverjarnir, þeir hegðuðu sér öll öðruvísi og Frakkarnir náttúrulega voru alltaf með Guð í farabróti og voru trúboði. Þannig að ýmislegt að því sem við sjáum gerast í dag afleiðing þessa og þegar og veikleiki Kína og hrun kínverska hagkerfisins að það stafar einmitt af því að maður rekja það einmitt til ópíumstríðsins og svo náttúrulega innri afla og innri átaka í Kína sem voru á þessu sama tíma og valda bara átt innan stjórnarinnar og hérna Bretar notfærðu sér það hefur dálítið tafið eða sem druglað hagfræðinga og stjórnmálfræðinga og bara sakfræðinga að Bretar skildi ekki taka yfir, skildi ekki stofna nýlendu í Kína en það má útskýra það náttúrulega frá heimsástandinu í heiminum og þessum tíma þetta skömmu eftir beinu framhaldi af Napóleónsstríðinu og englendingar voru ekki tilbúnir til þess að fara í heimstyrjöld, aðra heimstyrjöld við því að Napóleónsstríð var náttúrulega fyrsta heimstyrjöldin í rauninni yfirráð í hérna Kína þannig að þeir gerðu það sem var langbest þeir drógu tennurnar úr kínverska ríkisvaldinu fengu hérna því framgengt að útlendingar væru með sem réttið og diplómatar hafa í dag þar að segja lög Kínaveldis náðu ekki til útlendinga bara alls ekki sko þannig að útlendingar gátu drápa einhvern eða voru að lemja einhvern þá var ræðismaðurinn kallaði til því að kínverska lög gátu ekki gert það og kínverska ríkið það fékk það hlutverk eða kínverska embættismennirnir að verja forréttindi útlendinga og þetta ástand upphafið að niðurlægingu í Kína því að þá eru þeir brutu upp sko upphaflega kerfið og Kína var það bara upp einu niðurleið. Japani kom að þarna inn í og notfærða sér þetta hérna á þegar þeir fóru að herma eftir eða fylgja fordæmi evrópskrar heimsvaldastefnu og leggja undir sér nýlendur í Asíu og inn á meginlandi Kína að þá fengu þeir forréttindi líka og byrja að leggja undir sér Kína og svo brotnaði það upp sko. Síðan Mao tímabilið svona í takkinu kínversku söguna bara svona hraðlöpi að það útlendingar voru bara reknir frá Kína og Kína svona reyndi að finna sín eigin leið þeir rugluðust eitthvað af sovjeskum kommunisma og héldu það að þetta væri eitthvað leið til þess að ná forhlöpi eða fara fram úr Vesturlöndu, þau vildu bara endur þessi Kína. Sem var kannski ekki galin hugmynd því að iðnvæðing Sovétríkjanna og uppbygging þar hafði verið gríðarlega blug. Já, en hún, já. Á sama tíma og var kreppa á Vesturlöndum. Já, það menn gleyma því náttúrulega. En það allavega hendaði ekki við þá, sko, þann bakgrunn. Þeir reyndu þetta 30 ár. Og þannig náttúrulega höfðu útlendingar þeir náttúrulega bara engin réttindi í Kína þessum tíma. Það voru ekki forréttindar sett og svo þegar þeir taka upp stefnu opnunar og umbreytinga þá Kína algjörlega opnað fyrir útlendingum og þeir eru leitt að koma inn en þeir eru áfram forréttindastjætt og það fyrst núna sem Kína búin ná nægilegum efnahagslegum þrótti að þeir eru búin að raunverulega mestuleiti afnema forréttindi útlendingi í Kína forréttindi vegna laga það var svona skömmu fyrir þess að undantekning frá kínversku lögum að það var skömmu fyrir lok seinni heimsstyrjaldarinnar sem því var afnumið að það var náttúrulega stríð í Kína
og þeir voru ekki undanþegnir kínverskum lögum í hérna á tímabilinu og náttúrulega heldur ekki eftir á tímabili umbreytingana en ef útlendingar komu fullar hendur fjár inn í landið og inn í þorp einhvers staðar þá var lögreglan ekki mikið að skipta sér að þeim. Þannig að það er svona tímabilið sem þetta 30 ára tímabil síðan eftir. Það er nú kannski bara vald peningana þegar að auðmaðurinn kemur í þorpið. Já, það er saman. Aðra reglur. Já, og það var jafnvel þó að mengaði og þó að ylli umhverfisspjöllum og svo framvegir að þá hérna var þeir leyft að halda áfram en þetta er búið, þetta tímabil búið. Nú er komið nýtt tímabil og það sem er athyglisvert við það er að Kínverjar að segja að útlendingarnir eru ekki farnir. Það er að segja fyrirtækin eru ekki farin og Kína er ennþá öflugasta framleiðsluríki heims og það er ennþá og það er búið að ná ég veit ekki hvað það er alltaf helmingi af svona fjöldaframleiðstri verksmiðjuvöru er framleitt í Kína orðið og þeir eru framleiða fyrir allan heiminn og það er sagt að það er bara kapitalismin en þetta var gert í Brasilíu þú veist, Brasilía hefur boðið útlendinga velkomna eða gerir það og Nígería, Afríka önnur þróunaríki og svo framvegis en Kínverjar þeir eru búin að umskipta sínu hagkerfi frá því að vera landbúnaðarsamfélag, stærsta landbúnaðarsamfélag í heimi yfir það að vera stærsta iðnvættasamfélag í heimi og hvernig stendur þessu og þetta er þess vegna það er spurningi sem að ég var til þín einmitt, þess vegna er þetta afl kapitalisman sem að Marx heillaðist að mætti orða þannig þá svarar eða er þetta vegna þess að þarna er kommunistaflokkur sem að hefur tök á uppbyggingu samfélagsins og er með plan uppbyggingu þess sem veldur því að þetta samfélag rís meðan önnur sem hafa hleypt kapitalismanum inn, mönnum með fullar töskur af peningum í svokallar erlendi fjárfestingu, að þau samfélag lyftast ekki. Já, ég ætla að svara þessi ekki þetta, það liggur í hefðbundinni kínverskri menningu og liggur í samfélaginu sjálfu og mannlegum samskiptum, liggur í dygðum þeirra dygða kerfi það er allt öðruvísi dygðuna líka allt öðruvísi á Vesturlöndum og vinnumóral og eða segja siðferði það er öðruvísi og mannleg samskipti Kínverjar eru öðruvísi það er engin leið að skýra þetta öðruvísi vegna þess að þetta er blandað hagkerfi í dag og þeir nota meðvitað ýmislegt úr kapitalismanum. Þetta ríkið er allstaðar líka. Það hefur stýrandi áhrif. Þannig að það er líka. Þannig að þetta er hvorki Sovétríkin eða Bandaríkin og séð frá Kína þá er umverulega munurinn á Sovétríkinum og Bandaríkjunum ekki meir en svo eða Vesturlöndum en svo að þeir töluðu sósíal heimsvaldastefnu og bandaríska eða vestræna heimsvaldastefnu og mann eftir því þegar ég var ungur og var að stúdera þessi fræði sem unglingur að þá áttum við aldrei erfitt með hugtaki sósíal heimsvaldastefnu vegna þess að það var búið að stimpla það að heimsvaldastefna væri bara samkvæmt eðli sínu kapitalísk. En Sovétríkin hegðu sér ekki þannig, þeir voru ekki með kapitalist hagkerfi, þeir voru með ríkistýrt hagkerfi. Og það er fyrst núna sem ég átta með þetta er umhverflega menningarlegs eðlis og heimsvaldastefna fólst í því að þeir skiptu sem Austur-Evrópa henni var breytt í nýlendur og þeir sögðu kannski við Ungverjinni að því framleiðið þá vín og Úkraína var að framleiða korn og svo var ykkur öðrum löndur sem var stál og svo framvegis og þetta er innan Sovétríkin líka þá eru verkaskipting og hún Ólíkan í Kína sem varst að lýsa? Nei, þetta er Sovétríkin. Kína ég sé að þú varst að lýsa sömu verkaskiptingu. Já, Kína er þannig að þá er það þannig að stór hluti Kínverja hefur í 20.000, allavega í 10.000 ár að þá hafa íbúar landbúnaði hér hana í mið-Kína að þeir hafa unnið að hrískornrækt sem er eiginlega svo ef þú ert að framleiða matvæli þá er mestar hitaeiningar í
á flatareiningu. Það kemur frá hrísgrjónum. Í hrísgrjónum. Já. Það með verið að skildi soja en það er bara svo erfitt að éta það. Já, ég má segja það er í sko matvælum sem við framleiðum. Og það gerur ekki mjög mikill í samvinnu og þar sem eru tiltölulega stór svæðir sem eru kannski taldari 20.000 að þeir vinna saman af því að flóðavörnum af því hvernig þeir verið að gera ákveðna þætti í þessu og þeir voru, þannig að það er uppruni kínverska ríkisins en ekki sko í hernaði og þeir fengu síðan þegar mér að myndast ríki í nágrenni við þetta svæði að þá komast þessi ríki sem voru styrjöldum innbyrðis hljóta því að þeir gætu ekki, þeir skildu bara láta bændurna vera og hafa viðskipti við þá. Og þannig hefst þessi viðskiptamenning að... Það var svona að lýsa henni að það væri jafnvægi kínverska ríkisins að halda jafnvægi milli ólíkra byggðarlaga sem að væri að framleiða ólíka hluti og til þess að halda þessu jafnvægi þá var þetta að friðsæla viðskiptamenningu því annars situr þú eftir kannski bara með silkið og ekki borður það og getur ekki keypt hrísgrjón á þeim sem að framleiða. Þú var síðan að lýsa að í Sovétríkjunum þá hefði verið eftir það að segja þá að þar hafi verið knúin fram slík verkaskipting? Nei, í Sovétríkjunum þá var það bara heilu ríkin að þau voru sett í það að vera með eitthvað þeir notuðu, það er eins og Bretarnir að þú ferðu eitthvað svæðið og þú lést á framleiða sykur og síðan þurftu að kaupa allt annað frá þeim eða bændurnir í Bengal sko, þeir eru að framleiða ópíum og höfðu verið að framleiða matvæli þá fóru Bretarnir að senda þeim matvæli keyptu þeim ópíum og þeir Sri Lanka þá kendu þeir að rækta te og þá gerðu þau að háða hverjir öðrum það er hérna, sko, sovéska heimsveldastefnan var líka þannig. Fljótubræði geti þetta verið sama kerfið, en mentalitetið er gerálíkt. Já, það er líka þannig að líka svæðunum sem eru í Kína, sem eru í hérna framleiðslu í sko í gamla bændarsamfélaginu, að þá voru öll svæði sjálfu sér nóg fæðuframleiðslu. En þau voru í viðskiptum til dæmis, það borðar reyndar enginn á te, þú veist, te er bara drykkur sem þú hérna nýtur og finnst vera mjög hollur og góður og þau líður vel. En þeir gerðu þetta að te forréttindastéttan eða yfirmannana eða fólk sem hafa verið duglegra að bænda eða eitthvað, þeir vildu fá te og svo seldu þeir hérna hrísgrjón í staðinn og það var meðvitað unnið að því þá að fólkið í fjallahérðum skildi þá framleiða te og hérna... Te vex oft í hæðum þar sem að þátt annað vex og er kannski best þar sem er alveg á mörkunum að geta vexið. Nákvæmlega og þá vann kínverska ríkið að því að hækka verðið á tei, það var eitt keisarinn skrifaði bók te, bókin te, Chajin á Sungtíðanbylinu og það var einokun á teverslun og var verðið á teinu þannig að það borgaði sig fyrir þá tebætuðum sem voru í sveiturum í fjöllunum að það framleiða te og selja borgarbúum teið sem voru að háa verði og fína fólki drakk það og hérna þeir fóru þá ekki ránsleiðangra til borgarinnar á meðan. Þannig að lausnin við vandamálum þeirra var að gera verkaskiptingu og láta það verið háða hver öðru en þannig að allir myndu græða á því. Þetta er beinlínis, það má segja að þetta sé kapitalist hugtak, Bandaríkjamenn tala stundum win-win. Markaður var náttúrulega til löngu áður en kapitalismin til. Kapitalismin er það að sá sem heldur auðnum, hann heldur völdunum. Já. Það er ekki markaður. Kapitalismin getur lifað án frjálsars markaður og leiðir til einokunar af fágjöfni. Þannig að þú með harðarkenningar á þetta, það má segja það kannski, en þá er spurning hvort að Kínverjar séu með kapitalisma vegna þess að þeir ríkisfyrirtæki eru líka í framleiðslu og samkeppni og svo framvegis. Þetta er mjög flókið. En menn auðgast mikið í Kína. Kína er búið til auðkýfinga. Já, það er þannig þegar þú kemur með góða hugmynd eða hérna finnur upp eitthvað undan öðrum. Ef þú ert í markaði þar sem eru 10 milljón manns, þá þarftu ekki að selja mjög mikið til þess að vera auður. Eða ef þú hefur komist yfir land sem síðan verður allt innu verðmætt þá hérna getur auðgast. En núna á síðustu 15-20 ára þá verður slegið á puttana á auðvasta fólkinu. Og það eru fyrirmæli frá flokknum og ríkinu að þeir verið þá að láta sitt af hendi renna til
velmögunar og til almennings og þeir verða þá að styðja einhver góðgerðaverkefnum og svo framvegis. Það ekki ólígarkar í Kína sem hafa tekið yfir iðnfyrirtæki sem áður voru í eigu ríkisins, tekið auðlindir. Var tíma, en það er búið að taka það af, sko. Það er svo, ég veit ekki, vorum við ekki að gera eitthvað með veiðileyfagjald eða eitthvað nýlega á Íslandi? Það var verið að hækka það í lítið, já. Já, og það þýðir að við viðurkennum þetta sem auðlind þjóðarinnar og þá ákveður hluta því að ganga til þjóðarinnar og gera það náttúrulega áður með ýmsum hætti. En í Kína þá er það alveg klárt að all land hefur, og ekki bara núna, síðustu 50 árum eða 100 árum, tilheyri ríkinu. Það er að segja að samfélagi heilsinni hefur aðstu yfir öllu ríkinu og það hefur sett. Það er ekki bara eitthvað sem kommunista komið með. Það var þannig að keisarastjórnin í gamla daga, hún gat alveg gert þetta líka og gerði það stundum. Sko, að þeir raunverulega voru æðsta yfirvaldið. Það er svo, þetta er svona föðurlegt vald í þeirra hug. Það er að segja að pappa og mamma þau ákveða að minnstu ástu þegar ég bað hvað ég á að gera og hvað ég fyrir skóla og ríkið hefur sitt að segja kannski það en þau kannski ef þau vilja fara einhvern annan skóla að þá gera þau sitt til þess að flytja kannski búferlum eitthvað til þess að senda mig í annan skóla og hérna staða kínverska ríkisins og ríkisleiðtogans og kommunistaflokksins sjálfs er svolítið eins og annars vegar er það eins og hérna svona einhver alvaldur föður af kínversku þjóðarinnar sem ber ábyrgð á velferðinnar, það er leiðtoginn og flokkurinn er síðan hérna útfærsla á gamla ættarvalda kerfinu þar sem hann fær að halda völdum ef hann uppfyllir þetta skilið í gagnvart þjóðinni. Já, en ef hann gerir það ekki þá geta liðið áratugir eða aldir á endanum þá kínverjarnir reyna að fá vald sem að stendur undir þessari menningarlegu kröfu sem að ríkisvaldið sem er þessum hætti. Já, ætli að sé nú kannski ekki hérna AI eða robotarnir sem taka yfir. Það getur nú gerst fyrir, sko, sérfræðingaveldi. Þá er þetta skiptis út fyrir, hérna ég ætla aðeins að því að ég spurði um kommunisma og kapitalisma og þú leggur áherslu á svona menningarlega atriði og varst eiginlega komin í því að benda á menningarlegan mun á milli Kína og Rússlands og svo kannski engilsaxnesku ríkjanna sem hafa í sér einhvers svona eðli heimsvaldastefnu og kannski rússneska keisaradæmi líka sem erfist síðan alveg sama hvort þú skiptir yfir í kommunistaflokkin eða yfir í Pútín að þá heldur áfram eitthvað svona eins og eðli ríkisvaldsins þarna. Þannig að þegar ég spyr þig, hérna, hvort er það sem að veldur uppbyggingu Kína, kommunismin eða kapitalismin, að þá ert þú líklega að segja að ég sé að spyrja svolítið frá svona vestrænu sjónarhorni, að ég sé að koma með svona vestræn hugtök og reyna að klína upp á Kína og þú helst myndur vilja segja bara Kína er Kína, sko. Og Kína getur alveg tekið kommunisman og kapitalisman og aðlaga þetta og leikist við þessu. En þegar botnin er kvólt, þá heldur bara Kína áfram sínu striki. Já, en þetta er ágætis lýsing. Það er nefnilega þannig að ég hef komist að því, ég náttúrulega fór fyrst í Kína þegar ég var 19 ára gamall og ég horfði á allt með mínu menningarglerugum. Fólk kemst ekki hjá því þegar það er að horfa á umhverfið og hérna læra eitthvað nýtt að það sér það sem þeim verður kennt að sjá, sko. Heiminn eins og til að hafa lært að sé og það er bara áhrif á hvernig hugsa. Kemur með alla fordóma þína. Fordóma og réttar skoðanir svo framvegis, það er bara þannig. Ég hef stundum nefnt að þegar ég kom til Afríku, þá kom mér svo óvart hvað ég var lengi að yfirvinna bara svona inngróin ótta við svartamannin. Já. Að finna bara til frelsi í hópi svartra manna. Það tók mér bara 3 vikur og það var bara, þetta var komið mjög óvart hvað maður er raunverulega laminn og hamraður af allskins þvælu. Þetta er athyglisvert vegna þess að ég hef orðið fyrir svipari reynslu í Kína. Ekki hvað var kemurinn, en ég var í Japan líka. Í námi og síðan starfaði ég sem diplómat þar og ég var 4 ári námi þar. Og Japanir hafa mjög sterka kynþáttafordóma gagnvart heiminum. Þeir sjá það svolítið út frá hver er öflugastur og sterkastur og þeir töpuðu
í stríði gegn bandarækjamennum og þeir eru þar að lendur bandarækjamenn efst á listanum yfir voldugustu þjóðheims og hvíta fólkið svolítið, það lítið upp til þeirra. Það gefst upp með að tala kannski ekki alveg rétt af japansku. En kóruumenn til dæmis sem voru hluti af japanska heimsveldinu og voru neytti til að læra japansku í upphafi síðustu aldar, þegar Japanir innlumuðu það í Japan, að þeir eru á botninum og þeir líta nýður á kóruumenn. Og í skólanum þar sem ég var að læra, ég reyndar kínverska heimspeki, hefðbundna kínverska heimspeki í Tókjó háskóla, að þar voru nokkru kóreskir nemendur og ég, upplýði sjálfa mig vera að minna mig á það að þetta væri alveg jafn klárt fólk og venjulegt fólk eins og Japanir og eins og ég. Sko, á fordómagafur, þeir líta alveg eins út. Þú gekkst inn í fordóm annara. Já, og það vegna þess að það er í samfélaginu og það er líka að það er hópur fólk sem í upphafi umbreytingar Japans í lok 19. aldar, 1860, 70, 80, þá þurfti að endurskipuleggja samfélagið, þurfti að fólk vildi ekki vera til dæmis að vinna í sútunavinnu og vera þá til áþreifanlegt að vinna í kjötvinnslu og lík grefturinn og slíkt, að það var ákveðið sko þetta þorp í þessu héraði skildi gera þetta og þeir voru kallaðir þorparar eða þorpsmenn, brakkumín. Og þeir lendu á botninum í japanska samfélaginu. Það var ekkert sögulegt bak við þetta, það bara ákveði svona og það var ennþá, ég vissi þetta ekki, sko, tók mig 2-3 ára að uppkvæða þetta, svo komst ég að því að þetta væri svona og ég man eftir ég kom inn á bar sem hérna með japansku vinni mínum og hann hvíslaði á mér að konan væri sko brakkumín, væri sem þorpari og frá og ég bara ég fara allt inn í fordóma. Það var bankakerfið, það hafði upplýsingar í Japan 3 kynslóðar aftur í tíman og hverja manna fólk væri, hvort það eru kóruumenn eða brakkumín, þetta hafði áhrif á launatraust þess og það var að setja lög til að banna þetta. Og þannig að þetta, og ég hef upplifað þetta sama. Sko, þegar þú kemur svo til óharðnaður ungur maður, 19 ára gammal til Kína með vestræn gleraugu, og hvað sástu í gegnum þau gleraugu? Já, ég sá náttúrulega eitthvað sem var allt öðruvísi og ég skildi ekki neitt og ég hafði náttúrulega lesið eitthvað og hvað það forvitni að sjá hvernig benningabildingi var og svona. Fólkið var ánægt, það vann sína vinnu og það var bara allir fátækir, líka embættismennirnir og það voru forréttindega reiðhjól og við fengum þarna jafnvirði það voru 100 og þar svona $10 á skólastyrk á mánuði og það dugði til að framfleyta sér og vel það vorum í efri stéttinni og þar $10-20 sko og ég gæti keypt með reiðhjól og það kostaði eitthvað þetta eða $100 svaraði $10-15 og það voru fáir veitingastæðir, þessi fáir veitingastæðir var alltaf tróðfullt af fólki, það var ekkert ofbeldi, Peking var örugasta bara borg sem ég hef komið í og reyndar og þannig að þetta var allt öðruvísi og ég skildi ekkert að þessu og það má segja að ég hefi eitt ævin í það að reyna að skilja Kína en Kína eru þetta mannleg samfélag, það eru mannlega tilfinningar og það eru fjölskyldur og það er fólk hegða sér svona á grundvelli tilfinninga en menningin, hvernig það hugsar og siðgæði það er öðruvísi. Það er ekki að hjörtun slái eins hvað sem er í heiminum. Hjörtin slá alveg eins en það er að vísu heldur kemurinn í Portúgal að meðorinn hugsaði með hjartanu en ég segja heilis í öðruvísi og ég hef verið að lesa líka Ég meðlega okkur að spyrja þessu hvort að segja það að þessum spyrja hjörtun eru einstaklingarnir mannskjarnan er hún alltaf eins hefur sömu langanir og þrár en síðan er það samfélagið sem að við erum innan í og hvernig lögmál þess geta verið ólík og þú sér að kynverið er bara öðruvísi áttu við að ná inn í það hvernig viðhorf mín til mín sjálfs eða þín eða samfélagsins séu eðlis ólík því sem er hér
Ekki eðlisólík, en þau eru ólík. Eðlið það að maðurinn getur breytt sér. Og þegar ég var að læra stjórnmálafræðina og mér varst að vera svolítið svipuð reyndar nauðþykju massískra efnisíkju. Það er svona ABC og gerist þetta og gerist þetta og svo gerist það aldrei raskat. Sko. Bara gerist eitthvað allt annað. Sko. Ég held að stjórnmálafræðin hefur aldrei haft rétt fyrir sér neitt sem hún hefur spáð. Það er svo misskilum mannum. Já, það er nefnilega málið að þessi stóra spurning heimspekinnar hvort að maðurinn sé eðlið sinni góður eða slæmur. Ég notaði eðlið svo mjög frjálslega þarna. Það sem ég var að meina, svona, það sem að drífur okkur áfram. Hæfileikin til að læra. Hæfileikin til að læra og breyta okkur sjálf. Við erum það sama hvort sem við erum í Kína eða í Kópavogi. Já, sá hæfileiki svo sami hvað svo þú ert þegar þú fæðist og hvernig þú breytist í þinni menningu og hvernig þú hugsar að það mismunandi eftir þessum menningu. Þetta það skoðun sem ég held núna. Þú leggur svo mikla áherslu á þetta sé ólíkt. Ég verði eiginlega að fá þig til þess að útskýra fyrir mér. Að hvaða leyti þetta ólíkt? Það Hefur þú breyst? Þú talar maður getur breyst. Ert þú orðinn kínverskur? Ég stend beggja megin. Ég sé hlutina svolítið eftir umhverfunu sem ég í hverjum sinni. Og ég get alltaf skilið íslenska afstöðuna og ég náttúrulega var upphaflega ólst upp í íslensku samfélagi þannig ég hugsa í grunninn sem íslendingur en ég skil líka að hvernig kemur að hugsa og hvernig hugsa öðruvísi og ég á svolítið erfitt með að skilja hvernig bandaríkjamenn hugsa og sumir en ég til þess komist að því að bandaríkjamenn auðvitað hugsa öðruvísi en Þjóðverjar og það er sögulega hægt að útskýra það er til dæmis ég veit ekki hvort að almenningur áttar sig á því hann er svo vanur því að hugsa það að Þjóðverjar hafi verið grimmir og hafi brotið undir sig reynda sameina Evrópu að hann áttar sig ekki á því að Þýskaland var sameina friðsamlega uppálega að Bismarck og Vilhelm keisara sem þá var að það var vegna þess að það var hagkvæmara að fella niður tollamúrana og gera þetta einu ríki og vera með viðskipti og síðan Bismarck fyrir hann til Danmerkur og segir Dönum nú ætla ég að taka af ykkur þetta þessar síðsta hluta Danmerkur, Slesvík og Holstein og Danir náttúrulega voru ekki hrifnir með það og saga segir að danski kongur hans þeir getum við ekki verið þá bara Danir hluti af þýska heimsveldinu eða Þýskalandi og Bismarck hafi náttúrulega, ég veit ekki hvort þetta er þjóðsaga sko, en það getur verið að hljómandóldi líklega að sagði nein, eða hann allavega sýndi engan áhuga fyrir þetta alla Danmörku vegna þess að englendingar hefðu aldrei samþykkt það og þar kemur þessi Danir voru upphaflega fyrir Napóleónsstríðið, þá voru þeir öflugt sjóveldi og heimsveldi og þeir höfðu og Noregur var hluti af danska heimsveldinu og síðan í Napóleónsstríðinu þegar það voru frakkar sem voru að reyna saman í Evrópu að þá komu englendingar og bruttu það upp og Danir voru þannig reynda að vera beggja veginn borðsins og vildi ekki taka afstöðu með Englandi og þá stáluðu flotanum af Dönum og tók af þeir Noreg og síðan tókuðu þeir Svíjar voru eiginlega bandamenn svona Breta en kannski ekki mjög sterkir og svo voru Rússar og þá tókuðu Finnland af Svíþjóð gáfu Eystrasaltsland ríkin til Rússland, til Rússana og neyddu síðan Svíja til að taka Noreg sem það engan áhuga á og Ísland einhvern veginn flutandi á milli og það vildi ekki taka Ísland þannig að Ísland var hluta Danmörku allt sem er að gerast í heiminum í dag og allt þessi læti og öll þessi átök og hvort það er að milli Kína eða þessi núningur sem þar takk eftir því að það er ekki verið barist það er ekki búið að skjóta einn eða einn í einhverjum átökum milli Kína og Bandaríkjanna þannig að þeir svo kallaða heimsstyrjöld sem á að vera hafist að hún er ekki hafin en hins vegar eru styrjaldir eru einhvers konar sýnistyrjir sem eru í gangi og að þetta er ekki svona en styrjaldirnir sem við höfum séð að þeir voru allum Evrópu og það varum yfirráði í Evrópu og það var og ef við horfum á þetta í sögulegu samhengi þá er það sett England sem ekki þoldi og vildi ekki að Evrópa sameinaðist og ég er ekki að finna þetta er Churchill sem talar þetta sjálfur að þetta sé stefna englendinga og hafi verið stefna englendinga og þess vegna hafi þau farið
þessar styrjaldi, bæði Napóleónsstríðið og heimsstyrjöldina fyrir og heimsstyrjöldina síðari og það var talið sigur þegar þau tókst að koma veg fyrir það, jafnvel fyrir lýðræðið og jafnvel þó að þegar Sovétríkin hefur stofnuð og jafnvel þó að helmingur að Evrópu hefur hluta á sovéska heimsveldinu. Það var sigur lýðræðisins og við lærum þetta í sögubókunum og við höldum að okkar menningagleru hafa ekkert með þetta að gera sko. Þetta er bara eins og við sjáum sögun eins og við lærum það. Það sé sigur að Evrópa sé ekki saminuð frá samanhóli Englendinga og Bandaríkjanna. Já. En hvernig nú er stríð í Evrópu? Ég held að reyndar sko, ef maður horfir á ég held að við settum síðan þá var ég svona tala við skuldum og ekki fara að tala mikið um þessi stríð í Evrópu. Það er eiginlega ekki hægt að komast hjá því. Nei, við erum að spyrja líka afstöðu bara Kínverja til Úkraínustríðsins. Þú varst að tala þetta og þá getur maður að sé að það er markmið einhverja að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu. Já. Til þess að því að Evrópa, ef að við myndum tala eins og Kínverjar og jáfnvel bara eins og menn í Pentagon sem að vilja geta hort 50 ár fram í tíman, þá myndum við líklega geta komast þar í niðurstöðu. Það verður engin friður í Evrópu nema sé friður á milli Evrópu og Rússlands. Þannig við ættum að stefna þangað. Já, það er bara ekki markmið. Það er svo ekki markmið. Það ætti að vera markmið Evrópu. Evrópa hafi bara ekki sjálfstætt markmið, heldur taki upp markmið annara. Ég held reyndar að sko, þau markmið sem stjórnmálastéttin í Evrópu og annars það setur sér að hún mótast af afstöðu almennings og þau eru kosnir í lýðræðiskosningum og mótast af þeirri afstöðu sem almenningur hefur til þessara mála og það er mótað af sögunni eins og þeir hafa lært hana og eins og þeir eru. Þannig að ég held að Evrópu, stjórnmálastéttin í Evrópu og jafnvel einstaka íslenski stjórnmálamenn að þeir séu sjálfur sér heiðarlegir þegar þeir gráta yfir böðunar sem er að deyja vegna þess hvað rússar eru vondir. Ég held að það er öfurlega hugsið svona. En ég hef tilhengu til þess að skoða þessi mál og þessi sko mín afstaða í þessu kannski eða skilningur á þessu endurspeglast af því að ég hef kynst mjög sterkt því hvernig Kínverjar líta á heiminn og það er að þetta séu hræðileg átök og það sé skelfilegt að það skuli vera að sé vera þessi bræðravík á milli Rússa og Ungverja og Úkraínumanna og að í rauninni sé þetta sko eftir fall Sovétríkjanna þá er Úkraína verður hún sjálfstætt ríki, þeir láta kjarnorkuvopnina hendi til þess að því að enginn treysti þeim fyrir kjarnorkuvopnum, hins vegar Rússum treyst fyrir kjarnorkuvopnum Þeir voru náttúrulega með þau. Ég veit að þau voru í Úkraínu og þeir fengu þau og þeir höfðu sýnt að þeir eru ábyrgir. Einhver ástæðu þá vildi hvorki Vesturlönd eða Bandaríkin né Rússar að Úkraínumenn væru með slík vopn. Suður-Afrikanar hafðu þróað kjarnorkuvopn með Ísraelsmönnum, apartheid-þjóðirnar stóðu saman í því og svo en þegar að verða valdaskipti þar að þá skilaður einhvers staðar læsið þeir hefðu átt 5 kjarnorkuodda og það er sagt að þeir hefðu skilað Bandaríkjunum af því að það er svartri í Suður-Afríku var ekki treystandi fyrir kjarnorkuvopn. Já, þetta vissi ég ekki en þetta er mjög skynsamlegt og sjálfsagt bara alveg hárétt og það er þannig að það er ekki vafa á því að Rússar réðust inn í Úkraínu og ég held reyndar eftir að hafa hugsað þetta frá tilbaka að þeir hafi bara að Putin og stjórnmálastéttin í Rússlandi hafi gjarnan viljað stríð og hafi talið það bara ásættalegt að gera það við Úkraínu. En málið er Úkraínu menn verðast hafa haft svipað afstöðu. Eftir fall Sovétríkjanna þá skiptu olígardarnir í Rússlandi og Úkraínu eignum Sovétríkjanna með þeim hætti að þeir fengu hvor sitt yfirráð yfir auðlundum hvor síns svæðis eða síns lands og núna voru náttúrulega Vesturlanda mjög búar, sérstaklega Bandaríkjanna mjög og eitthvað Bretarnir mjög virkir í því að reyna að fá einhvern bita úr þessu og blöndust inn í það þegar að vera að skipta reitum þarna í Sovétríkjunum og Austur-Evrópu og síðan ég var að vinna í utanríkisráðuneytinu að Northern Dimension eða norðurlægu víddinni
og markmið hennar var að gera að sameina Evrópu eða sagt Vestur-Evrópu við hagkerfi Rússlands og gera það háð hvort öðru og gera það meðal annars með því að sameina eða tengja í vegakerfin og flutningakerfin og lestakerfin þannig að það var auðvelt að stunda viðskipti. Þetta er ekki búið að gera enn það. Þetta er svolítið í kínverskum vanda. Já, sko, og kínverjarnir, það er engin, þeir vita alveg upp á hár að fyrsti keisarinn sem var fyrir 2000 og samanlega Kína við 2200 árum, að hann var ábóðslega grimmur og hann drap alla yfirstéttina í Kína, Ljansveldinu, gamla Kína og sameinaði Kína með hervaldi og þetta var svona svipað eins og miðöldum Evrópu, hvernig þeir börðust og bunduðu bandalag. En mesta framlag hans til sameininga Kína og til sögu Kína var að hann sameinaði flutningakerfið. Þá voru þau með vegi sem voru með, þannig að þeir voru með hjólvagna og sem voru dregnar á hestum og það voru mismunandi breytt á milli hjólana. Að það var sameinað, það er sett sama hjól, vittin á milli allra milli hjólana í öllu Kínaveldi. Og það voru lagði nýju vegir. Hann sameinaði flutningakerfi, skurðaflutningakerfið í Kína, þar að segja árnar og skurðir sem voru flutningakerfið í kínversku ríkjunum sem voru fyrir þann tíma. Það var sameinaði eitt ríki. Hann sameinaði ritkerfið, hann sameinaði, það voru til kínversk tákn mismunandi útgáfur mismunandi ríkjum. Hann sameinaði einingarnar, það var pundið var mismunandi þungt í mismunandi ríkjum og síðan einingakerfið var sameina. Þetta gerði hann og fyrir bragðið þá má segja það að uppruni kínverska ríkisins sem heimsveldis að það er frá þessum tíma og síðan síðan kom Glundróði vegna þess að eftir að lést og hann hafði verið það harkalegur að menn riðust gegn því og voru ekki sáttir en síðan er það hann keisarættin sem sameinar Kína þannig 200 árum fyrir Krist og svo síðan taka þér upp kínverska sameiginlegri heimspeki, ekki trúarbrögð, heimspeki fyrir allt ríkið og það er konfúsismi og taoismi og bókinum veginn og það allt saman. En fram að því að þá er þetta leið sem að Evrópusambandið var í sjálfu sér að reyna að fara með því að sameina myntina og Evrópusambandið hefur náttúrulega verið að sameina innstunguna fyrir síman okkar og gera það svona auðveldari og líklega þeirri trú að það muni leiða til friðsemdar. Og þess vegna var Kínverjar mjög mikið skilning á og tengt til Rússlands. En síðan gerist það allt í einu að Evrópa kemst á því að þetta sé röngleið vegna þess að með þessu að þú framleiðir silkið og þú hrísgrjónin og þú með oljuna þarna í Rússlandi, gasið, að þá gerum við okkur svo háð tilteknum aðilum að sjálfstæðið okkar er í hættu og þess vegna hættu við skiptum við þann sem er að selja okkur gasið. Já, ég veit ekki alveg hvort að segja að Evrópa hefur komast að sér niðurstöðu. Það er alveg ljóst að ráðandi öfl og pólitíska stéttin í Evrópu, að hún er þessar skoðunar og ég held líka að ráðandi stétt og ríkjandi stétt í Rússlandi séu sömu skoðunar. En þetta er stórkostleg breyting, þegar þú varst að vinna í utanríkisráðuneytinu og bara segjum 2005 eða eitthvað, að þá voru allir í Evrópu á þessu að frjáls viðskipti milli landa, verkaskipting og annað slíkt myndi vera stæðsta atriðið til að tryggja frið í Evrópu. Núna getur þú farið í öll ráðuneyti alla Evrópu, þú er engan sem segir þetta. Engan. Þetta er náttúrulega alveg skelfilegt vegna þess að ef þú horfir á þetta í sögulegu samhengi þá sýnist mér og ég get alveg sagt þér það að kemur stjórnvöld og kemur almenningur er þeirra skoðunar að þetta sé alveg skelfilegt. Það er að segja það er verið að etja til ófríðar, það er verið að reyna að leysa mál eru aldrei leyst með styrjöldum, bara aldrei með ofbeldi. Það er afstaða ekki til langs tíma og svo framvegis, það er afstaða Kínverja og það er afstaða mín afstaða var reyndar áður ég fór til Kína, þá hafði ég þessa afstöðu því að ég er esperantisti og esperantistar eru svona ekkert
mjög hrifnir af landamærum milli ríkja vilja að heimurinn sé einn heimur og þetta ólupíski draumurinn er hérna einn draumur og einn heimur sko. Það er hérna að mannkynið eitt. En það er mismunandi og það er allt í lagi. En það sem við erum að horfa á upp í Evrópu, gott og vel, fólk er mismunandi og það verið hérna á Evrópusambandið varðveitir auðvitað mismunandi á milli ríkja þó það hafi sameinað og mismunandi sko þjóða þó að þeir hafi sameinað myntkerfið og einingarnar og það allt saman. Þá stóru leiti lögin og já, verulegu leiti og hérna meira sé að dreigir þá Íslendinga með sér í Evrópska efnahagssvæðinu en það er en iðnaðurinn, ef þú hefur ekki aðgang á ódýra orku, þá hrynur iðnaðinn. Þannig að þetta eru endalok Evrópu sem bara leiðandi heims og Þýskalands og svo framvegis sem leiðandi iðnríkja. Og það er þá eina leiðin fyrir þá að tryggja leiðandi stöðu sína í heiminum á ákveðnum sviðum að það er í gegnum þá tækninýjungar og hérna þá notkun þessara nýjunga. Og í dag að þjóðverarnir hafa verið mjög skynsamir og frakkari sjálfur sér líka. Sko, þeir hafa einfallega fjárfest og stórfyrirtæki, sko, þeir eru orðin alþjóðlega eðlið sínu. Þeir eru ekki reyndir sko, lengur Benz eða Mercedes-Benz og hérna BMW og Ford og þessi fyrirtæki, bifreiða fyrirtækin og fleiri að þau eru sjálfur sér ekki þjóðulega þannig að því að megin hluti hagnaðarinn annars þar og hvar? Jú, þetta í Kína vegna það er sterti markaðurinn þannig að, og það á líka við bandaríska framleiðendur þannig ég hef enga trú á því að bandarískir bílaframleiðendur það er ekki að gerast þessi að draga sig út úr Kína það er hérna heimurinn sko heims nattvæðing hagkerfi heimsins er komið það langt að það verður ekki aftur snúið í mínum huga þá er þetta raunverulega dauða stríð sko þess kerfi sem við erum ólst upp við og það er skelfilegt að horfa á það fólk falli fyrir inn í þá gildur að það sé eitthvað eðlilegt við það að vera að heyja stríð og að það sé eitthvað sem var á að halda áfram til framtíðar stóra fréttin í heiminum er kannski ekki að Kína reis upp sem stórveldi vegna þess að það er sjálfsöglega frétt sem við sakfræðingar grunaði og Kína sérfræðingar grunaði myndi gerast. Það var frétt þegar það var ekki stórveldi. Það er í sjálfum sér ekki merkilegt að Kína sé stórveldi. Já, rauninni sko. Nei, það er að hérna mannkynið var hérna getur framfleytt sjálfur sér. Það er að segja að matvælaframleiðsla í heiminum var nægjanleg til þess að framfæra mannkyninu einhvern tímann lok seinustu aldar, einhvern tímann 1980 eitthvað svoleiðis í grænubyltingunni þegar menn eru erfðabreyta grænmeti og hérna matvælum og korni og það er enginn að þurfa að fara svangur að sofa og enginn að óttast að hungrið. Nákvæmlega og hérna þannig er það ekki í heiminu samt. Nei, það er alveg skelfilegt og það er bara af mönnum og stjórnmálastéttin sem er ekki að stjórna heiminum rétt. Sko það þarf kannski stjórnmálastétt og hún á þetta sko, gott og skilur kosin lýðræðislega en hún á ekki vera kosin á grundvelli skrums eða falskara loforða einhverju sem hún veit að framkvæmir ekki. Þannig að þegar stjórnmálamenn á Vesturlöndum og í Bandaríkjunum alveg sérstaklega þar sem þeir eru með kosningar á 2 ára fresti í fulltrúadeildinni að þeir eru alltaf að tala til kjósenda og alltaf að gera eitthvað fyrir litla hópa og alltaf að leita að einhverju sem getur stutt á. Og þá er ekki, sko, það er ekki hugsað til lengri tíma og hverjir greiða kosningabaráttuna og hlusta á Þorvald Gylfason þegar ég var á leiðningaði og hann var einmitt að tala komið svolítið inn á þetta að það er löglegt að múta stjórnmálamönnum í Bandaríkjunum, hann notaði ekki þau orð en það er það sem það er. Þetta er ekki löglegt í Evrópu en það er náttúrulega svona á mörkunum stundum en það er sem þetta kemst upp að einhver fyrirtæki sé að borga stjórnmálamönnum fyrir að ganga sinni erinda þá er það ólöglegt. Og þeir með ekki greiðar reglur kostningaframlög og svo framvegis. En það er löglegt í Bandaríkjunum og líka að vopnaframleiðendur sem greiða mest á hernaði að þeir kosta alla stjórnmálamenn í Bandaríkjunum nema kannski hvað er hann, Bernie Sanders. Ég held að hann sé ekki hann er ekki, sko, honum er ekki mútað af vopnaframleiðendum. En allir aðrir. Frá sjónarhóli í Kína
þá Úkraínustríðið harmleikur, bræðravíg og þetta að veikja Evrópu og rofin á milli Rússlands og Evrópu. Rússland hálfu evrópskt ríki. Veldur því að Evrópa hefur ekki aðgengi að orku, hagkerfin sem byggðu þessu upp af kolunum og náðu styrk í gegnum þau, að þau raunverulega að borga með dýra orku og þar alveg að veikja sig til lengri tíma evrópskt hagkerfi. Já, bara strax veikingin kemur alveg leið. Sko. Já, og það ekki hægt að sjá að það sé ykkur laust. Þú ert ekki að veikja, þú ert ekki að hætta að kaupa orku af Rússlandi fyrir eins og þú ert með ykkur laust, hvað þú ætlar að fá hana. Ja, þeir eru ekki hættir í rauninni. Þetta svo... Það kemur ekki inn í Indland og í alls konar. Já, það er meira, sko. Það er menn ekki að tala mikið það, en gasi kemur ennþá á Rússlandi, bara kemur skipum frá Norðuríshafinu. Og það er fransk olíufyrirtæki og bresk olíufyrirtæki sem eru greið. Sko, Evrópa ennþá að kaupa orku og það jafnvel þó að verið að semja frá Rússlandi, það er bara miklu, miklu dýrari og hækkar allt verðið og jafnvel þó að Bandaríkin hafi neitt á til þess að samþykja þær ætla að fara að flytja orkun frá Bandaríkjunum, að þá er gasið sem Bandaríkjum með framleiða að það nú aðalega í Alaska og menn getur bara hort á hnattin til þess að veltaði fyrir sig hvaða leiðir ætla að sigla með gasskipin frá fyrsta leið þarf náttúrulega að byggja þau, það er líka að byggja útskipunhöfnina og það þarf að hafa sigla kringum halvan hnöttin sko, til að komast inn í Evrópu með þetta gas og olían sem þeir eru að framleiða það nægir ekki og það er náttúrulega Íranar framleiða hellinga olíu en það má ekki koma með það inn á markaðin heldur. Nei, og í ofanalega þá er Evrópa herrvæðast og taka æstæri hluta landsframleiðslu sinni og verja til hernaðaruppbyggingar sem að mun náttúrulega til lengri tíma draga úr getu velferðarkerfisins til þess að byggja hér upp góð samfélag nema að verði einhver umtalsverð breyting bara á þjóðskipulaginu. Horfa kynverjar á Evrópu sem í einhverju svona hnignunarástandi. Og einhverju svona hálfgerðum sjálfsfróðsleiðangri. Þeir elska Evrópu og þeir koma til Evrópu til að sjá náttúrulega menningar arfleið Evrópu þegar það var leiðandi á sviði menningar og taka mjög mikið miða því sem Evrópu er að gera velferðarkerfið sem þeir eru að reyna að byggja upp að það er byggt á norrænni og norður-evrópskri fyrirmynd. Það er ekki bara Norðurlöndi sem ágætis velferðarkerfi og sko, þetta er ekki þeir sem almenningur er mikið að hugsa en ef þú fer að tala við eitthvað kynverð og kemst í gegnum það að bara eitthvað venjulega mann sem fylgist með að svona og hann er svolítið að Valbyrgi vegna þess að hann vil ekki vera að tala eitthvað um Evrópu eða neitt að þá er þetta náttúrulega bara horfaður á það með þessum augum þess að stendur utan og þetta er ekkert nýtt í sjálfur sér að menn hafa átt að segja á þessu. Þetta var, menn eftir að komi í lok seinast aldar, þá voru bækur sem voru að tala um Asíu og hnegnun Evrópu og svo framvegis. Nú við erum bara að horfa á þetta að gerast. Og viðbröðum við því sé að byggja upp hér, svona miðað við núverandi ástand, þá er það skynsamlegt. Það er að séð út frá þessu tölvuleik sem við erum í, sem er að þetta er eins og tölvuleikur. En ekki með heiminn sem þú ættir að stefna? Nei, þetta er ekki með þetta er í langtímamarkmið. Langtímamarkmiðin þau voru ákveðin í lok seinustu aldar þegar Gro Harlem kom með hugtækið sjálfbæra þróun að maðurinn mætti ekki eyðileggja híbýli sín. Það er að segja að við búum öll á jörðinni. Og þú verður að hafa langtímamarkmið og að móta skammtímamarkmiðin í takt við þau? Nákvæmlega. Því að skammtímamarkmiðin með ekki hindra því að komast þangað sem þú vilt vilja fara. Og sem náttúrulega fyrirverandi starfsmaður utanríkisþjónustunnar þá hef ég mjög sterkar tilfinningar til utanríkismála og til utanríkisráðuneytisins og íslenska ríkisins og ég er sannfærður það að Íslendingar hafa svona almennt séð lagt mikið til málana á alþjóðavettvangi með sem rödd friðar og rödd sjálfbæra þróunar. Við tölum almennt og yfirleitt með þessar rödd. Nú stækkar varnarmálaskrifstofan mest í utanríkisráðuneytinu. Já, það er spurning hvað varnarmálaskrifstofan á að gera. Það hefur bent á og íslenski stjórnmálamenn sem allavega hafa bent á
hérna loforðum að hérna bæta landvarnir, að það snýst nú kannski líka á vörnum gegn náttúruvá, og ég var í fulltrúi Íslands í Norðurskautsráðun í hérna í hvað 5 ár og hérna og með Norðurskautsráði voru mjög virk samtök og hérna einbeittu sér af hérna áhrifum loftslagsbreytinga, og við vorum að rannsaka möguleika á hérna opna norðursiglingarleiðarinnar Norður-Íshafið, og þá var til dæmis eitt af verkefnunum var að vinna að hérna með sjálfbara orkunýtingu, og ég man eftir að hafa farið á fundi þar sem hérna hitt einhverja menn frá grænfriðunga sem myndist, þetta var fundur sko í Vín sem var hérna sjálfbæra orku, og ég var eini fulltrúi Íslands, og ég sagði hérna voru að spjalla við þennan grænfriðung, og hann sagðist það var góða minninga frá Íslandi, og ég sagði að hérna ég væri þarna náttúrulega, svo ég tæki eftir því að það var fulltrúar umhverfisráðuneyta Evrópuríkja sem væri á þessu fundi, en ég var frá utanríkisráðuneytinu. Það var vegna þess að íslensk orkustefna væri sjálfbær, og að stefna okkar í nýtingu náttúruauðlinda væri sjálfbær, og þess vegna væri utanríkisráðuneyti náttúrulega að vinna á sviði sjálfbæra þróunar, og við sættum fundi það hvort sem það væri með fyrir orkumála eða fiskveiða, og hann sagði já, það veit allir svaraði þess, og já, það veit allir sjálfbæra fiskveiðistefnu Íslendinga, og ég svo sem veit það að stundum er þetta erfitt fyrir okkur, en við reynum allavega. Þá horfði ég á hann og sagði já, þess vegna erum við í hvalveiðum. Það snar þagnaði og svona, svo sagði hann eftir svona 5 mínútur, já, það er náttúrulega að hagnast á hvaláskoðun. Já, gróðasjónarminnið, já. En sko, ég sjálfur sér skil alveg, ég hefði þá hlutverk þá að verja íslenska stefnu í hvalveiðimálum, og ég svo sem mér finnst hvalveiði í lífríkinu. Já, það var rökin sem ég notaði var náttúrulega, það mætti ekki leyfa einni tegund hvala að vaða yfir aðrar. Ég ætla ekki að leyfa þér að fara með umræðina í hvalveiðar. Það er Kína. Hérna nú er til dæmis hægt að segja sér svo að þessi sjónarmið Trump að hann verði að bæta samskipti við Rússland. Þannig að það megi ekki gerast, og það sé andstætt hagsmunum Bandaríkjanna, að Rússland sé hrakið í fangið á Kína, og það verði þar bandalag, því að óskandstæðingur Bandaríkjanna er Kína, og það sé óhjákvæmilegt að næstu ár og áratugi að það mun einkennast á átöku þar á milli. Einhverju leyti talaði Bandaríkjamenn sig inn á það að Kína gæti breytt úr sér á Kínahafi og víðar, tekið Tævan, Kína á landamæri að ég var ekki 14 lönd eða eitthvað. Og þar eru víða gamlar erjur á milli Víetnam og Kína og Indlands og Kína, og þannig það er ekki alveg þannig að Kína hafi alltaf farið með friði gagnvart nágrönnum sínum, þó að það sé kannski ekki dæmi að þeir hafa farið með miklum ófriði og engin saksarnir. Hvernig horfir þetta við Kínverjum, og ég bendi líka á að NATO var að opna skrifstofu í Japan, og það er svo NATO sé á leiðinni til Asíu til þess að gæta hagsmuna Bandaríkjanna? Já, ég held að Kínverjum finnist þetta í rauninni dálítið hlægilegt. Hlægilegt? Vegna þess að vissilega ég er ekki viss að það sé rétt að Trump sé mikið á móti Kínverjum per se. Það er þeir eru að byrja að selja þessar örflögur eða þessar til Kínverja. Hann bara kötta því 50% af hagnænur í ríkissjóð. Þannig að það snýst ekki það að Kínverja með ekki fá það. Og það er svona jafnvel byrjað að ræðum kannski flóknari og flóknari örflögur, og svo mega með velta verið sér hversin hafi Kínverja ekki byggt þessar verksmiðjur hjá sér heldur og fyrir núna þegar það átt að segja á því að reyna að leggja á þau einelti.
þá voru þeir mjög sátti við það og styrtu að Tævan væru með þróustu örflugversmiðju í heimi. Og hversan í óskopunum ættu að vera hrifnir af því þegar þeir myndu ætla að ráðast á Tævan. Þannig að ég ekki vissum að Trump sé raunverulega einlægur í þessu, en hins vegar það afstæða stjórnmálastéttanar í Bandaríkjunum að þú verður að hafa óvinn og sá óvinnur og hvað það sem sameinar Bandaríkin? Menn segja stundum Bandaríkin hafi ekki menningu og það nú líklega ekki hægt, menn ríki þjóðir og allt fólk hefur menningu, það þess vegna sem það er menn. Það er aðgrein fólk, menn frá dýrum. Þess vegna við sitjum hér við rauðaborðið. Það er rautt vegna þess að þú ert róttækur væntanlega, en repúblikanar er með rauðalitin. Þannig að litir hafa bara merkingu sem menningin ákveður í hverju landi, allt. Við borðum harfisk og það myndum einhvað öðrum detti í huga að borða harfisk. Þaðan á síður að setja smjör á hann. Og myndið þú setja ost á þinn harfisk? Mjög ágætt. Það er menningar allstaðar. Og það er búið að ákveða það að Kína verið að séu ykkur óvinir. Það sem samin er Bandaríkjumenn er að US number 1. Bandaríkjunum eru fremst. Bandaríkjunum eru best, þeir eru fullkomnust og svo framvegis. Og ef þeir missa þetta vígorð, hvað er þá eftir? Það er nú eiginlega spurningin, hvernig geta þeir snúist við þessu? Kínverjar eru hættir að tala um það hvenær þeir verði orðnir stærst með meiri efnahagsframleiðslu en á mann að teknum til verðlags, þeir eru komið fram þeir tala ekki það, þeir hættir að tala um það, þeir eru að reyna að halda að halda sér til hlés í þessu vegna þess að þeir eru núna orðnir öflugasta efnahagsveldi heims en vil ég helst ekki þá er að vera ræða vegna vil ekki vera að Bandaríkjunum þykir gaman að segja því sínum vonbörðu, þá er það bara allt í lagi það er verið stundu sagt og þá líka bara hjúskaparrétti og annar staðar að það tóð til að deila styrjaldir eða rifrildi verði ekki til þeim að séu það er tóð til í kínversku lögum þá er þegar kom upp slagsmál eða þegar og mannsmenningar og einhverjir slasast eða drefst vegna afleiðinga áfloga, þá er spurningin aldrei hver byrjaði. Það er ekki aðalatriði þau hvernig dæmtir, heldur hver skaðaði, hver olli skaða og kínversk lög stefna því að hemla gegn ofbeldi. Það er alltaf lega munnhöggvast eins og við Íslendingar gera. Það er að einkenni Íslendingar að við munnhöggumst en notum ekki vígvopn eða bitvopn í þeim átökum. Ekki svona síðar í tímum? Nei, ég held að það sé bara vegna þess að það er svona ójafnvægi og sálarrænt ójafnvægi viðkomandi einstaklingum. Ekki menningunni þá höfum við ekki þessi styrjaldir, það er ekki hluta á okkur. Ekki það sem ég er að veisa, bara ekki eftir Sturlugöld. Já, Sturlungöld og það var dálítið nátengt Evrópu og þá var líka það voru ekki margir einstaklingar, þetta voru bara erjur á milli fjölskylda. Nei, það er Kína mun ekki fara í stórstyrjöld gegn neinu ríki nema það verið beinlínis ráðist á það. Og varðandi Kínahafið, þá er Kínahafið hluti af varnarsvæði Kína í rauninni. Eftir sameiningu í Kína í eitt ríki, að þá var byggður mikill varnarveggur í norður Kína og það voru ekki hrísgrjónabændurnir í Kína sem byggðu það voru þjóðflokkarnir þá sem voru að renna saman í kínverskri menningu á hveitiræktarhéruðunum í rétt norður af og vestur af stóru fljótunum stóru, þannig Yangtze og Gölafljótsins að það var ekki beinlínis til að nota þessi varnarvegg. Það var alltaf mannaður þegar ríkið var sterkt en það var aðalega þannig að þegar hirðingjarnir fyrir norðan komu til Kína þá voru þeir að fara í gegnum hlið á þessu vegg og þeir sáu að hann var mjög rækilega varinn og hann er mjög
mjög á enskunni segir imponerandi, hann hefur sagt mjög áhrifamikill og tilkomamikill og þar fara þeir gegnum hlið og þar er allir varningur þeirra skoðaður og aðtók hvort þeir séu með vopn og hvaða vopn það er og þeir spurt hvert þeir eru að fara og þeir fóru í gegnum landamærarhlið í rauninni og síðan þegar þeir halda leið sinni áfram og koma í höfuðborgina að þá tekið á mótið þeim vegna þess að það er búið að senda skilaboðum að það er þessi á leiðinni. Þetta er ekki til þess að berjast við hérna þessa bara fyrir norðan. Ekki til að taka toll? Já, nei, það var ekki þessu tilviki. Það var þannig að þeir voru yfirleitt bara með einhverjar hérna, þetta er úlfafeldi og eitthvað sem þeir björguðu sjálfur og það var orðið látið ganga á sko markanum í höfuðborginni að það væri hérna konir sendinefnd frá Mongóliu eða frá einhverja hérna Tíbet eða eitthvað stærra og að það skildi láta að fá hátt verð fyrir hérna það sem það væri að selja og ekki vera að taka mjög hátt verð af þeim. Það var satt og að hérna keisarahirði myndi kannski bæta fólki það ef þeir eru fyrir einhver tjón af þessu. Og það var tekið á mótið þeim fengu að hitta þjóðhöfingjan og það var sýnt mikil virðing og síðan fóru tilbaka og hættu við að ráðast á Kína. Það var yfirleitt svona. Hvernig líta þá Kínverjar á Trump sem virðist í stefnu sinni gagnvart löndum og líka innanlands? Líta á það sem eiginlega hún byrjað skylda til þess að nýta afl Bandaríkjanna og það aflstöðu sem hann hefur til þess að knýja á allra bestu samninga fyrir mig en ekki í sjálfum sér til þess að ýta undir frið eða góð viðskipti. Ég náttúrulega get ekki svara fyrir alla kynver en fyrir mér og fyrir hérna flestum held ég að þetta sé nú eiginlega siðferðislegt vandamál að segja að telja það að valdið gefið rétt og hérna það sé rétt mætt og bara eigi að nota valdsyfirburði til þess að ná fram sína. Það er í hans pólitík. Já, það er hans afstaða. Það er margir sem falla fyrir þessu. Að með því að hinn sterki nota ekki vald sitt og afl og þá sé hann raunverulega að veikja samfélagið. Þá er hann að gefa eftir og láta hinna veiku sem ekki veikir af tilvílun, það er vegna þess að þeir hafa bara minna fram að færa. Að þá erum við að flytja völdin og hvert við getum farið með samfélag til þeirra sem að hafa afla sér valda og áhrifa og ættu að leiða okkur til þeirra sem hafa ekki afla sér valda og áhrifa eða auðs og ættu náttúrulega aldrei að leiða okkur. Ég verði ekki að leyfa mér að hérna vitna þá bara bókinu veginn vegna þess að þar sem náttúrulega hún yfirleitt talin vera 2500 ára gömul eða svo en viskan sem þar er eldri, hún að minnst ást í 3-4.000 ára gömul og ég held hún sé jafnvel alltaf 10.000 ára gömul og þar talaðu það að þeir sem eru öflugir eða sterkir það séu raunverulega þeir sem hafi haldið sitt í hlés og það búa náttúrulega við hérna á Rósanna og þar eru stóru ríkin og svona við en allavega að þeir eru ekki að berast mikið á og vera með ræti og þeir eigi að víkja og vera kurteisi við fólk við þá sem eru á háu hérna sem reykja sér hátt og svo framvegis. Kínverskt siðgæðiskerfi og konfúsísminn með 5 grunddygðir og það eru byggðar á fjölskyldun og fjölskyldan náttúrulega grunnun, algjör grunnun virðing fyrir foreldrum og hlýða foreldrunum en foreldrarnir eiga að sína gott fordæmi og hérna leiða börn sín í hérna að skynsemi og ráðleggjaðum að skynsemi og allar dygðir kínverð, þessi grunddygðin og allar kínverðskar dygðir eru byggðar á tengslum á milli manna og milli fólks og hérna tengslun, ég vil ekki tala um það núna en dygðirnar eru að hérna hafa samhygð eða byrja umhyggju fyrir náunganum og sína umhyggju og skilning fyrir fólki renn er það kallað og það er alltaf gagnkvæmt. Það er eins og að sjá hann eins og þú séð sjálf þig? Já, að hérna þú ferð ekki að gera neitt á hans gerir ekki gagnkvæmt honum þú gerir ekki gagnkvæmt honum sem þú vilt ekki að hann gerir gagnkvæmt þér, það er neikvætt. Gullna reglan? Já, öfugt. Það er að segja, þú ert ekki að fara, þú ert ekki að kenna honum að neyðan til að gera eitthvað sem þú vilt gera
þú ert ekki að gera það, þú ert að passa að vera ekki að þvinga hann, ekki vera vond við hann, þú ert ekki þá sé vond við þig, þú ert ekki að kenna honum að trú á Guð eða neitt svoleiðis, það kemur málunum ekki við, sko. Það er bara hann vil trú á Guð og ég trú bara eitthvað annað, sko. Þetta er kallað silfurreglan stundum eða, og það er líka, hún er líka til í kristni og íslam, en það er að vera ekki að abbast upp á náunganruninni. Og númer 2 að það er að gera það sem er rétt, siðferðislega rétt, og siðferðislega rétt að það er séð í því samhengi af fyrstu reglunni. Og öll kínversku dyðunar, þessar 5, að þær eru gagnkvæmar. Það er ekki þannig að ég elski þig og þú elskar mig ekki, eða ég hata þig og þú hata mig ekki. Það er ekki svoleiðis. Það er að þú berð mikið og kærleika fyrir öðrum, þú treystir öðrum, það er 3. Og síðan er 4. Þú sýnir virðingu og hegðar þér kurteislega og ert ekki með yfirgang og það síðir sem sagt. Og síðan er að skynsemi og viska, og það táknir skrifa með munni, það er að segja að þú hérna táknir fyrir munni hlutaði tákninu, það er að segja að þú ert líka að gefa fólki skynsamlega ráðleggingar og hlustar á hans ráðleggingar, líka gagnkvæmt. Nú þessar 5 dygðir, ég kemst ekki hjá því að veltaði fyrir mér hvort að Trump hafi einhver af þeim. Ég held ekki að hann hafi eina einustu af þessum, hann er alveg saman hvað þér finnst og hann ber ekki virðingu fyrir þér öðrum og bara verið vald í rauninni og hann gerir það sem honum finnst rétt og svo framvegis. Þannig að þeim finnst þetta, sko, það er ekki hægt að finnast þetta sorglegt frekar en að vera að velta þig fyrir hvernig á ég að bregðast við þessu. Nú gerir það bara bregðast við sem er því að halda áfram að vera þú. Og ég er komin af, ég sagði í senasta viðtali að ég rekætti minna til presta í múðulegg alveg til aldamóti 1700 og þá er það þegar að kristna kirkjan, hún byrjar að kenna fólki að læra að lesa 1750 og hún kennir því að sína og aðal boðorði sem þessir þeirra tíma trúboðar eða prestadir höfðu og voru að kenna almenningi að það var góðir og að kærleikur fellur aldrei úr gildi. Þetta er það sem þeir kendu og ég var alin upp við þetta viðhorf, þannig að þetta viðhorf kemur að það sem ég er mjög hallur undir það og það er sem það sem verið að spyrja það að það verið að segja að Kínverjar verði að vera í bandalagi við Rússa og Bandaríkjamenn náttúrulega vegna hann hugsa þetta allt í hernaðlegum tilgangi. Það telja að það sé náttúrulega langhættulegast að sem gæti gerst í heiminum væri að Kínverjar færi í bandalagi við Rússa. En í raunin er það þannig að Kínverjar ekki í bandalagi við Rússa, þeir hins vegar sjá sér hagi því, hafa góð samskipti við Rússa. Þetta er þeirra nágranni, þeirra lengstu landamæri í heimi og það vil svo til að Rússar eru dálítið ósanngjarnir stundum og þeir beita ofbeldi og því fremur að koma kurteislega fram við þá og hafa góðan nágranna, hafa það sem góðan nágranna. Það versta sem gæti ekki komið fyrir heiminn er að Rússland myndi brotna upp og allt fyrir bál og brand. Það er að versta, algjörlega versta. Það er nú ráðamenn í Eystrasaltslandunum til dæmis sem hafa sagt að það verði eina leiðin til þess að hafa frið í Evrópu er að leysa upp Rússland, en ég ætla ekki að draga Nei, en ég bara minnist á Napóleónstríði því tilviki. Nú getum við talað við kristna Bandaríkjamenn og þeir myndu þylja upp dygðir, en ég veit ekki, ef það myndu svara heiðarlega, þá myndu segja það að forseti sem við völdum, hann hefur enga af þeim dygðum. Og þannig er það oft í samfélagi. Þær dygðir sem að þú talar um í Kína, hefur þeim tekist að velja sér forystu fólk, sem oftast er nú bara kallar, sem að ná að tryggja að samfélagið sé þannig að þessar dygðir geti blómstrað á millum fólks? Þeir eru
Það er alveg rétt hjá þér að þau eru karlar og það er mjög sterk virkaskipting í hérna Kína milli karla og kvenna og hérna konur þær hafa ekki mikið áhuga því á völdum sjálfur sér sko Það er nú billegt fyrir kallin að segja það. Já, sko, það verður stundum talað þá hvernig hreyfingin og Ingibjörg Sólrún og þessar konur Katrín og svona, ég held að það hafi nú verið einn af grunnþáttum í því að segja að ef konur stjórnuðu heiminu þá var það friðsamlegra vegna þess að þær myndu vilja ræðamálin frekar en að berjast þau. Og það stafar af því, það er eðlilega náttúrulegt fyrir konur að verja fjölskyldu sína en ekki að ráðast á aðra því það skapar hættu fyrir fjölskylduna. Þetta er beinlínis líffræðilegt. Og í Kína þá það þannig að þeir sem hafa völdin að það eru æðstumenn að þeir eru konur en eins og eru forsvarsmenn helstu fyrirtæki, einkafyrirtæki eru yfirleitt konur. Þannig að þetta er svolítið sérkennilegt sko og þetta stafar öfugt við okkur hér, það er alla kona í fyrirtæki í Kaupellinni. Já, en þetta er út úr í rauninni en það er samt sko lýsir svolítið hvernig kemur ekki afneitun yfir því að konur og karlar séu mismunandi. En ég er að spyrja hvort það sé það dygðir og þau gildi sem eru innbyggðar í menninguna, hvort að þær nái að framkallast í stjórnvöld. Stjórnvöld eru veltað fyrir mér íslensk orðinu yfir því það eru heldtekin af æðstu stjórnvöld Kína eru heldtekin af þeirri skyldu að fara að dygðum og eru yfirleitt heldtekin af þessu, þau tefst þetta ekki alltaf og þeir óttast mest hvað verður sagt þá í sögunni og hvað verður sagt að þeim látnum og hvaða hlutverki þeir hafi gengt. En þeir eiga við mikil vandamál vegna það er svo mikil völd í höndum ríkisins og það er ekki bara ríkið sko, menn halda alltaf að einræðisherra stjórn í öllu, hann gerði það bara ekki neitt, hann yfirleitt fer upp á fjall og horfið langt yfir og skiptir sér ekki að málum, en maður reyna þá að stjórna í hans anda, það er svo öll Bandaríkin að það eru meir og minna að reyna að hegða sér eins og Trump og gera mannréttindaskýrslu sem er Trump örugglega ekki skrifað, hún mun vist vera í anda hans hugmynda. Þannig að það er það sem fólk reynir að gera í Kína líka, að það er að þá að hegða sér í anda hans, anda hérna þeirra leiðsagnar sem hann fær frá almenningi og allar ræður og allar leiðbenningar leiðtogans að þær eru gefnar út í jafnóðum á kínversku og raunin eru þær bara samantekt af sérfræðingafundum og hérna fundum á bæði með sérfræðinga og svo líka með hérna þingfulltrúum og hérna fulltrúum á ráðgjafaþingi í Kína og svo framvegis og þegar komið niðurstaða það hvað eigi að gera, við skulum gera þetta og við skulum gera hitt, við skulum leggja á nú til dæmis alveg ljóst að Kína getur ekki þróast áfram með því að gera vinnulaun ódýrari, það er ekki hægt þeir verða að bæta lífskjör og þá verða þeir að bæta lífskjör, hvernig gera það? Jú, með tækninýjungum og þá verða þeir að ná fórustu í tækninýjungum og bæta framleiðsluna og bæta afkost nú er búin að kínversku þjóðinni byrja að fækka og hvað gera þeir þá? Og hún er verið eldri. Jú, það bara vill svo vel til að það er búið að finna upp tækni með hérna vélmennum og hérna og tölvugreind. Já, og hún gengur allt innu beintin í það að það þarf ekki til að vera bílstjórar í bílum og það sé þá hægt að vera með vélmenni sem stjórnar og það tækni sem tekur ákvarðanir og svo framvegis. Það er sér að þá byrjar að vinna að því að leysa það vandamál löngu áður en það verður vandamál og þeir hérna og borgarstjóra og þar kemur hættan borgarstjórar og yfirmenn í ríkisfyrirtækjum þeir hafa gífurleg völd leiðtoginn, æðsti leiðtogi Kína eða kínversk ríkisstjórn, hún veit ekki hvað eru ákveða innan fyrirtækisins og það getur verið að þeir bara séu að níðast á hérna sínu starfsfólki og þeir hérna séu að byggja sér einbýlis og svo framvegis sem hefur gerst og svo kom fyrir
undanförnum 30 árum eða þar til fyrir svona 10 árum eða eitthvað, þá var það tiltölulega algengt. Og nú verið að, þannig að þetta eina leiðin til að, sem þeir, eða aðaleiðin sem það nota til að sporna gegn þessu með kennslu, með innrætingu. Því öll kennsla innræting, það kallað áróður, en það er þá spurning bara hvaða orðu notar. Þú ert að bóta heilan og fá fólk til að hugsa á hvern hátt og þá er að reyna að innræta því þessi gildi. Og sætta sig við óbreytt ástand? Nei, einmitt ekki sko. Það er að sætta sig við að ástandið sé eins og dygðirnar lýsa að eigi að vera, en ekki endilega óbreytt, því að það er einmitt beitt gegn oft einhverjum þegar það byrja á mengunum þá var gífurleg mengun í Kína. Það var ekki reynt að fá almenning. Fyrstu viðbrögð voru að fá almenning til þess að loka augunum fyrir menguninni. En síðan þegar það var alveg ljóst að það gengi ekki og Bandaríkjamenn voru byrjað að nota þetta sem vopn gegn Kína þegar var að menga loftið, andrúmsloftið, þess núverandi leiðtoga að þá snýr hann blaðinu algjörlega við og segir, við verðum að lesa þetta. Og við skulum ekki sætta okkur við þetta, við skulum ekki reyna einu sinni að fá það, við verðum að lesa þetta og síðan var bara það sett í gegn og nú eru Kínverjar mjög viðkvæmir fyrir mengun og eru með alls konar tæki jafnvel heima hjá sér að sjá það sé ekki mengun í eigin híbýlum, það sé ekki rík mengun í íbúðinni. En þetta er eitt og svo hitt er eftirlit. Þannig að þeir eru með eftirlitskerfi, þeirra stjórnkerfi og þetta er náttúrulega flóknara mál fara út í þetta. Þetta er vandamál og það getur fellt samfélagið. En það er að vera með eftirlit og það er eftirlit milli flokksritara og til dæmis borgarstjóra eða forstjóra fyrirtækis og ritaran fyrirtækis. Flokksritarinn og flokkurinn, hann fjallar svona ýmis persónuleg málefni, fjölskyldu aðstæður, velferð og slíkt og það er fyrirtækjum og þetta á við í líka borgunum að þetta eru aðal þeirra málaflokkar og síðan eru borgarstjórnir mjög svipað eins og borgarstjóri hjá okkur. Þeir hafa meiri völd. Hér íslensku borgarstjóri í Reykjavíkur, hann getur ekki einu sinni tekið ákvörður að leggja veg eða göng yfir í og það tekur 50 ára og það er að skipta stjórnmálamur og þeir eru ekki einu sinni búin að það er ekki einu sinni víst að þessi Sundabraut verði nokkuð tímann reist. Ég tala á reynslu, ég náttúrulega horta minn á Rifstöð í 40 ár og hvar flugvöllurinn á að vera, hvernig hann á að vera og síðan hvort að eigi að taka einhverja meðvitað ákvörðum það að fólk eigi ekki að keyra til vinnunar og gera það svo erfitt að þrengja að umferðinu og ekki hafa nægileg bílastæði eða gera það dýr að fólk leggja ekki bílunum sinum og halda það að þá fari menn að hegða sér svoleiðis að þau fari ekki til vinnunar í bílum. Ég veit að þú til dæmis ert ekki að keyra en sem að flestir þeir fara til vinnunar þegar er snjókoma og óveður. Þannig að þá er reynt einhvern veginn að hafa áhrif á þetta og nú eru þeir búin að bæta við svo náttúrulega hvað gerir ef þú bæði flokksritarinn og borgarstjórinn ef þeir eru spiltir og þeir eru báðir konum einbýlishús og kannski 3-4 og jafnvel eru með hjákonur að þá er það þannig að þegar þið færast á millistarfa þá er á sitt hvoru línunni og þá þegar það kemur upp þennan borgarstjóra að flokksritarinn hefur lokað augunum að þá er hann búin að missa embættið eða hann er tekinn í endurmenntun og hann hefur kennt að hegða sér skikkanlega. Þeir eru búin að bæta við þriðja batterinn og það er eftirlitsnefnd flokksins eða eftirlits kerfi þar sem ekki flokksins heldur í öllu ríkinu og þá koma það skyndilega heimsókn til fyrirtækja og til stofnana og líka innan flokksins á þess að gefa bóða sér og þeir mega ekki þykja máltíðir. Þetta er líka vinnuöryggi. Þú ferð í skyndi heimsóknir, gerir skyndi rannsókn og við gerum stundum í öryggismálum, skyndi rannsókn á öryggismálum þannig að það sé ekki hægt að undirbúa hana og þú mátt ekki borða eða þykja neina veitingar eða gefa frá viðkomandi og ef það eru vinnuslys eða ef það kemur eitthvað upp þá eru eftirlitsmennindi líka dregnir til ábyrgðar. Algjörlega.
Og þetta eru reyna, en svo það meðvitað að það ekki til eilíðar og þetta mun ekki takast til endalega. Sko. Herðu, Ragnar, ég ætla að setja komu í spjallokkur núna. Þú kemur kannski aftur og heldur að horfum að tala Kína. Já, ég svo sem hef eitt æfinn í það, þannig að það alltaf leið að halda áfram. Já, þetta þá lokin á Rauðaborðinu kvöld. Ég þakka Ragnari og öllum gestum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks og Sigurjóni Magnúsi fyrir að tekja viðtöl og Maríu Lilju fyrir að segja með okkur fréttir, Laufeyju Líndal Ólafsdóttur og Pétur Fjellstið fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafið verið að hlusta og horfa og breytta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Minni á eins og ég gerir stundum að þið hafið byggt upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Og þá finnur fólk okkur á Facebook eða á YouTube. Við erum líka í öllum hlaðarsveitum. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja þær útasendingar á spilaran, spilari.is á netinu og svo er spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á íslenskar útastöðar og þar með samstöðuna, hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólki sem að gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og byggja hann upp. Ef að þú telur að samstöðun sé mikilvæg í íslensku samfélagi þá ættir að slást í þennan hóp og tryggja það að samstöðun haldi áfram. Það er gert með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástandur áskrift, það getur skráðið fyrir grunn-áskriftinni sem er 2.750 krónur á mánuði sem að mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni okkar sem erum að búa hér til efni og gestana sem hinga að koma og ykkur sem er að hlusta en sérstaklega þeirra sem hafa ákveðið að leggja þessu verkefni lið, hvort að okkur takist að byggja hér upp umræðuvettvang og fjölmiðl sem er í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sjáum til hvernig það gengur. Vonandi náum við í mark eins og sagt er. Þetta er orðið gott í bili. Hér minni á að við verðum áfram með fréttir. Við verum að þróa hér fréttaflutning klukkan 8 frá mánudegi til 50-dagskvölds og á morgun er 50 dagur og þá byrjum við útsetningar klukkan 8 með fréttum. Takk fyrir í bili og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.